Já, við Valdimar höfum þekkst í nokkuð mörg ár. Svona fyrir utan hreyfingu þá er músík svona það sem stendur mér svona einna næst sem áhugamál. Ég hef auðvitað vissulega haft áhyggjur af honum eins og fleiri, en það var hann sem kom til mín og bað mig að aðstoða sig við það að ná þessum markmiðum sínum að létta sig, og mér fannst það bara frábært hvað hann var einbeittur. Ég fékk hjá honum ítarlegt áreynslupróf og við mældum hann hvað var að lungnastarfsemi, fórum yfir lyf og kólesteról og allt svona. Þetta gerðum við allt í byrjun vegna þess að við vitum það sérstaklega þegar fólk í svona mikilli ofþyngd þá er hætta á að maður fari sér óðslega, og það er töluvert hætta á álagsmeiðslum, sérstaklega ef fólk hefur ekki hreyft sig lengi til margra ára. Síðan þegar fólk er búið að ákveða að taka sér tak og ná að létta sig, þá er mjög mikilvægt að þú finnir einhverja hreyfingu sem að þér finnst skemmtileg. En það er ekki endilega öllu sem finnst gaman að hlaupa, og þá er þetta hjóla, til dæmis hjóla í vinnuna. Ef þú spyr mig út í Valdimar hversu langt hann á eftir að hlaupa eða hvort hann er eftir að klára heilt maraþon, þá legg ég ekki mikla áherslu á það sem hvorki læknir eða vinur hans. Og þó að það væri ekki nema að labba 3 kílómetra eða 5 kílómetra, þá væri það stór áfangi. En ég veit að hann hefur kannski ennþá meira í siktinu. En það er aðalega þetta að hafa að einhverja keppa á dagsetningu og geta undirbúið sig. En aðalatrið þetta samt að fara sér ekki of hratt, að hafa skynsemina að leiðarljósi. Og það er eitthvað sem að mér finnst hann hafa tekið virkilega til sín, og þeir aðrir sem eru að hjálpa honum í þessu stóra og mikilvæga verkefni.